Við erum kannski ekki alveg í þessum grimma takti kauphallarinnar, þar sem að viðskiptin dynja á og hækkanir og lækkanir. Mér langaði kannski svona biðja þig aðeins til að byrja með svona bara hvernig metur þú svona hagkerfið og svona kauphallar stöðu kauphallarinnar inn í hagkerfinu og svona þau tækifæri og ógnanir sem að kannski fjárfestar ættu að vera að horfa til. Við hér í þessu spjalli höfum glaðst yfir aukinni þáttöku almennings og við erum svolítið að reyna að vera talsmenn litla hluthafa sem að þarf stundum, þetta eru mikla transaksjónir og stórir þáttakendur. En svona ef ég bæði aðeins að kíkja á hagkerfið og stöðu, svona punktstöðu kannski að pínlítið með þessum svona vísunum þó í hvað hefur leitt okkur hingað. Ég kannski bara svona byrja rétt aðeins að dreipa á kauphöllinni. Það er svona dáið sér að þér að menna að taka þetta málefni fyrir núna svona í byrjun sumars. Kauphöllin er að detta í þennan svona sumargýr mikil rólegheit og fylgjast með kauphöllinni þessa daga er eins og að fylgjast með málingu þotna ég vil að leka þannig að það er nú bara nokkuð vel gert hjá þér og sennilega kannski óþreytandi áhugi eða bara aldurinn sko Já, getur verið sko en svona ef við horfum á hagkerfið þá erum við auðvitað að koma úr gríðarlegu þenslu tímabili. Núna í maí þá voru 5 ár síðan að verðbólgan fór yfir markmið hjá Seðlabankanum. Nú Ásgeir Jónsson, Seðlabankastjóri, sagði einhvern tímann á kynningafundi sínum að ef okkur tækist að ná fram þessari sko mjúku lendingu þá væri það eiginlega too good to be true og svona svo heyrist mann verða vantrúaður á það og það gerir það verkum að væntingar manna að vextir fara að lækka, þær hafa dvínað og væntingar eða vonir. Þannig að það einfaldlega hefur verið alveg gríðarlegur kraftur í hagkerfinu.